Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þættinum höldum við áfram að ræða við þá félaga Jóhann Rúnar Kristjánsson og Arnar Helga Lárusson. En þeir eru báðir lamaðir eftir mótorhjólaslys. Við förum í Suðurnesjabæ og kíkjum í litla brugghúsið, fáum að smakka á góðum bjór. Þá hittum við Má Gunnarsson, tónlistarmann, en hann er að halda netta tónleikaröð áður en hann heldur til Englands í 3 ára tónlistarnám. Við byrjum með þeim félögum Arnari og Jóhanni, en þeir hjóluðu á handaflinu einu upp að eldgosi daginn. Þið lendir báðir í mótorhjólaslysi, þetta er svolítið sérstakt og eruð miklu félagar í dag og eruð á fulla á hjólum og svona. Jói, þú lendir á undan í slysi. Já, 1994 er ég að rúnda á svona racerhjóli sem að vinur minn átti og ákveða að fara út í Sandgerði og Garð og taka svona einhvern loka hring og áður en hjólið er selt kvöldið. Og ég sem sagt, ég lendi í því að það sé svína fyrir mig og það fer allt í einhverja vitleysu og ég keyri á kyrrstæðum vörubíl. Og í þessu slysi þá hálsbrýt ég mig og hryggbrýt mig og axla brotna, viðbeinsbrotna og fer svolítið illa ofan. Og hlýt mænuskaða af og er lamaður fyrir neðan brjóst eftir þetta slys. Þannig að já, ég er 1 ár inn á spítala, endurhæfingu og grensás og allt þetta sko. Og kemst svo af stað aftur í lífið, fyrir skóla og það kemur verkfall og fyrir á Reykjalund og þá kynnist ég borðtennis og svona. Já, svo þetta er sennilega Þetta er annað slys á Íslandi sem að maður hlýtur mænuskaða á mótorhjóli og lifir það af. Ein stelpa lenti í því á undan svo við vitum. Svo kemur Arnar frændi 6 árum seinna? 7 árum seinna? 2001? 2002. Já. Og hvað? Og þú ert á mótorhjólum líka? Já, ég hef náttúrulega búinn að vera á mótorhjólum bara síðan ég var krakki byrja á skellinurum og eitthvað svona crossroaddótu og svona. Og ég er ætlaði að fara að taka þátt í kvartmýlum, hafði ekki gert það, ekki svona í keppni. Og bara svona undirbúið mig fyrir það og búinn að vera að æfa mig og þá, þetta er þessu tímabili sem að herinn er að banna okkur að vera hérna á Patterson og þá svona vantaði stalls að vera á. Og þá kemur ljós náttúrulega að vera á góðum stað, hvað það skiptir rosalega miklu máli. Þannig ég bara skeið með einhverjum og segja bara fer til Helguvík og ég fer þar að mæli mílu, eða kvartmýlunu. Spennandi kafli þarna í Helguvík. Já, spennandi kafli og ég var svona alveg búinn að hugsa bremsuvegalengd og allt, en svo bara er ég eitthvað að setja hjóli í gang og eitthvað og ég ákvað að þruma bara eina ferð upp yfir. Eins og maður gerir oft þegar maður út á braut það er þetta að keyra eina, það er þetta að bremsa í það áttan líka. En þar var ég ekkert búinn að hugsa hver ég myndi bremsa Ég var bara búinn að hugsa það í hináttina. Fer eiginlega bara svona, einhverju óvart í þessa átt og ég bara kem þá bara á miklu hraða að beygjunni og brekkunni og þá kemur hann svona halli niður í, bara niður á höfninu þar og fer bara beint út þar og beint í stórgrindi og ég brýt 6 hryggjarliði, frá T1 og niður í T6 og það vantar í mig bara 1 hryggjarlið og ég er svo mikið brotinn að það er ekki hægt að gera aðgerð að mér. Það er ekki, það hefði þurft að fara inn í mig bæði aftan og framan þannig að ég bara láti henni liggja og láti henni gróa. En samt ótrúlega heppinn í óöfninni að það er ég er ekki neitt fjölskaði að öðru leyti, ég þumalputta brotnaði en var alveg með glóðru og báðum og hjálmurinn splundraður ef ég ekki verið vel gallar þá er ég steindauður En já, ég tel mig hafa verið rosalega heppinn og en náttúrulega eins og Jói, bara með lamaði frá brjósti en með hendurnar 100% í lagi. Og þá bara kikkar Jói inn, hitti ég Jóa og við náttúrulega ég sá það strax að þetta ekkert fyrir maður að vera að spyrja ykkur að lækna eða einhvern eitthvað með mænuskaða. Jói vissi allt miklu betur en þeir og
og einhvern veginn allt miklu skýrara og ég man að það var eitthvað að gerast hjá mér það var bara á viku 2 sko, þá var ekki nýtt að bjöllu og tala um læknir, ég hringdi bara í Jóa og fekk bara beint í æði hvað ég var að upplifa sko. Og við þetta náttúrulega fæ ég náttúrulega bara svona, ég bara að ganga í skóna hans og fæ bara svo svakalega meðbyrgð að sko ég það er svo erfitt að útskýra og velgengni því að mér gekk rosa vel, 3 mánuðum seinna eftir slys, ég slasaði 7. september, 7. desember erum við Sóley bara komin í aðra íbúð og byrja eins og ekkert hafi í skorist og lífið heldur bara áfram. Og enginn verið svona snöggur í gegnum endurhæfingu eins og Arnar, enn eitt metið. Þannig að svo bara fórum við að sýsla, brasa saman og höfum verið það síðan. Já, við hefum verið að lyfta mikið saman og svoleiðis og við fórum samt svo, sko, 2012 fer ég í stjórn sem og þá kemur þú 13 held ég inn í hana. Já. Og þá byrjum við svona meira að vinna út og við, reyna að gefa af okkur til fleiri. Já. Við til dæmis settum á laggirnar jafningjafræðslu á Grensás, við vinnum báðir við það. Ég mæti í hverri viku yfir veturinn á Grensás og að hitta fólk sem er nýslasað, reyna að peppa upp og sýna hvað þetta er að gera, reyna að búa til þetta kjölsók sem ég fekk hjá Jóa þó að kannski verði aldrei eins persónulegt eins og það var, en það allan að koma fólki strax í þá átt að fara að læra að byrja upp á nýtt því að sko, því lengur sem þú ætlar að dvelja á sjúkrahúsinu og vera sjúklingur þeim minni líkur á því að þú eignist gott líf skilur, því að þessi bara lífið hefur leikið við mann eftir slys og þetta er bara það er því að þakka að maður trúi því að maður geti gert allt sko. Það sammála sér á Já, algjörlega. Það er hugurinn sem skiptir máli og vera ekki í einhverju vorkun og volaði, heldur bara halda áfram og kýla svolítið á hlutina og bara reyna að taka þátt í þjóðfélaginu á þess að Og þið eru virkilega miklu þáttakendur í þjóðfélaginu, eru báðir í vinnu og eru að gera hitt á þetta? Ég vinn hjá Verkalýðs- og sjómannafélaginu í Keflavík og er búinn að vera að vinna þar í eins og leigubílstjóri næstum í 25 ár. Og bara borga mína skatta og skyldur og sem betur fer áskotnast með það að komast á vinnumarkaðinn og þarf ekki á kerfinu að halda sem er flókið og erfitt. Þannig að ég er lánsamur þar sko. Og þú ert að gera helling? Já, og bara sjálfstæður atvinnurekandi þannig séð í dag og ég er bara með mörg egg úti, hér og þar og er að gera ýmislegt sko, þannig að þetta er bara, og eins og allir þar, allir er að berga sér og svo líka bara eins og maður hugsa sko, hvort sem út með mænuskaða eða eitthvað annað, maður er alltaf að þroska svo mikið við þetta, það lendir enginn í lífi, þar sem maður kemur ekki einhver mótbyr. Og það má enginn gera lítið úr mótbyr lítið úr meiðslum eða fötlun annars manns eða hvað sem það er að hrjá hann. Það sem er að hrjá þig, það er það versta sem þú kannt að díla við eða ert að díla við og þú verður bara að taka á því eins vel og þú mögulega getur, alveg sama hvað það er sko. Og eins og ég segi, það er bara þroskið, ég tek það alveg þannig að bara auðvitað var erfitt að lenda í slysinu og allt það, en ég er ótrúlega þakkláttur þá fyrir það samt í dag að hafa þá fengið ekki orðið verri en þetta og ná þá þetta góðum bata því að þessu bara andlega, ég held að fólk sem fer andlega niður, það er fullt af fólki sem lendir í slysi eins og við og fer líka andlega niður, það fólk á bara alls ekkert gott líf sko. Það er bara mjög erfitt að ofan á og líkamlega tjón að vera andlega fatlaður líka sko. Þannig að þú ert í miklu í peppi á Grensás í rauninni. Þú ert að peppa fólkið upp sem að þarf að horfast í augu við mjög erfiða staðreynd að það er orðið fatlað og getur ekki gert það sem það vill. Já, og ég er í raun og veru að reyna bara það sem ég er að reyna að gera er bara að reyna að opna augu þeirra alveg eins og í raun og veru Jói opna augu mín eða í raun og veru, ég myndi samt segja sko, ég fattaði ekki þá að Jói var eitthvað að opna augu mín en ég held bara að hann hefði aldrei lokað skilur þið, það er bara ég held að Jói var ekki til að reyna þetta en þetta var eitthvað sem að gerist bara þegar ég horfði bara og sagði já, hann geti alveg keyrt og hann er búinn að eiga barn og já, þannig að hann svaraði bara með að tala við hann bara nokkur spurningar sem ég þurfti ekki að pæla í og þá bara sagði ég, hvað er ég að fara að kvarta við þessu? Þið eru báðir búin að eignast fjölskyldu og börn og þú byggðir hús í Njarðvíkunum
Hvernig byggir fatlaða maður hús? Ég var alltaf, Komdu með stuttasvari. já, ég var alltaf með fólk, það var alltaf fólk í vinnu, en ég var hérna alla daga samt á sófnum og gerði allt sem ég gæti gert, akkurat. en þetta bara... Það er sama, það er svolítið skemmtilegt. Já. Ég þurfti að fara með Arnar tábrotin af því að hann var á múrbrjóti hérna að brjóta einhverja steypu, þannig að hann var alveg á hamrinum og... Ísalaði gólfi hérna? Já, bjóð sér bara til trillu og lá hérna á gólfinu og fúaði og... Þeir eru sannlega frábæra fyrirmyndir. En Jói og Arnar, það er eitt stórt mál sem að þið hefur verið ykkur hugleiki og fólki sem í svipaðri stöðu, það er þetta aðgengismál sem að þið hafi verið virkilega að berjast og þú á sínu tíma og Arnar hefur fylgt í gríðarlega vel eftir, eru báðir búin að berjast þessu. En þetta hefur ekki gengið alveg nógu vel, þið komist ekki hvers sem þið getur ekki endilega að fara í bíó með fjölskyldunni eða þetta eru svona hlutir sem okkur finnst eðlilegir. Já, Hvernig stendur á því að það er verið að byggja ný hús í dag og það er ekki gert ráð fyrir hjólastóla aðgengi? Ég hristi bara hausinn sko, því að ég skil þetta ekki. Við erum búin að taka alla þessa leið og öll þessi ár og eyða ótal kröftum í alls konar málaferli og ég veit ekki hvað og hvað, en 2022 er ennþá verið að byggja hús sem er ekki í lagi. Og núna bara vorum við að spjalla saman félagarnir daginn og við ætlum bara aðeins að fara að eyða núna smá meiri kraft í okkur sjálfa, hafa gaman, hjóla, fara jafnvel á sjóinn og kajökum, renna fyrir fisk og við ætlum svona aðeins að Hætta þessu röfli. Já, Þetta er röfl. Já, þið upplifið það sem það. Já, manni finnst, ég finn það alveg, ég er náttúrulega búinn að vera mjög harður í þessari baráttu og ég ekki vilja gefa neinn afslátt á þessu og hérna svo bara bæjaryfirvöld og ríki og allir segjast alltaf og ég er búinn að fara tvær ríkisstjórnir, búinn að fara hringi tvisvar bæjarstjórnina hérna og aðra bæjarstjórnina aftur og það er alltaf verið að lofa með sama hlutnum og svo það er sagt að já, við komum hérna upp með röpum upp í Ísland og gerum þetta og hitt, þetta er allt bara prump í lofti sko, því að í raun og veru sko, það er enginn hérna sem hefur tekið á því bara þannig að það eru lög og reglur í landinu sem á bara framfylgja og þetta er svo einfalt, ef þú keyrir yfir 100 km hraða á Reykjanesbrautinni, þá ferðu bara sekt eða prófið að tekið að þér. Af hverju þetta ekki bara gert við verktaka, en við, eins og sé, við ætlum bara að gleyma þessu núna, þetta er bara kafli sem við erum búin að eyða alveg ótalegum tíma í, ég held að það er ekkert sem að gera mig reiðar, ég heldur en þegar ég fer að einhvern veginn að vinna í þessum málum, þannig að ég kom með nóg að ég vera leiðilegur og reiður, við ætlum bara að hafa gaman. Jó, ég man eftir því að við á Víkurhöfnum vorum aðeins með þér í þessu og við fórum með þér bara á stofnar eins og sýslumanninn, skilur. Það var ekki séns þú kæmist þetta inn á hjólastól. Nei, ég man þegar við fórum saman sko, þá hafði ég fengið sekt fyrir að keyra aðeins og hratt, 2 og hratt. Skrítið. Já, og hérna, ég þurfti að hringja í starfsmann hjá sýslumanni og biðja hann að koma út á plan að afgreiða mig til þess að borga sekt. Og við tókum nú myndir af þessu og ég djöflaðist í þessu á sínu tíma og það endaði með því að það kom rampur. Og seinna meir kom svo lyfta í húsið, þannig að þetta var baráttu sem skilaði árangri, en þetta tók mörg ár. Og bara eins og við vorum að tala núna áðan að vera að eyða svona mörgum árum og kröftum og þetta á endanum bara nennir maður því. Í ramp sem er inn hjá sýslumanni sem þú þarft að fara í 2 ári, þarft að eyða nokkrum árum í að koma honum upp. Come on, ég meina þetta er ríki, þetta er sýslumann. Já, og það skiptir engu máli hvað það er. Það er bara, þetta er svo einfalt að hafa þetta í lagi, en þetta einhvern veginn bara vill eitthvað eftirlit eða eitthvað bara skauta framhjá þessu sko. En að lokum, þið hafi verið að vinna fyrir samtökin sem að heita... Sem er samtök endurhæfra mænuskatta. Já, og þið hefur svona verið að gera ýmsa hluti þar. Eru þið að ná til fólk sem hefur lent í svipuðum málum og þið? Hvað eru þið að gera í þessum samtökum? Hvað eru samtökin að gera? Samtökin eru með til dæmis orlofsíbúð á Akureyri, þar sem að félagsmenn geta farið og dvalið í viku yfir sumartímann og farið með fjölskyldur sinni í frábært húsnæði, aðgengi alveg upp á 10. Við erum að hjálpa fólki að komast aftur út á vinnumarkaðinn með til dæmis bara þessar jafningjafræðslu sem að
Arnar var að tala um áðan og stytta sporin. Við erum með sal þarna í Semhúsinu og sem með hérna 20 íbúðir í blokk. Það heitir reyndar Hásem, en það er félag, já, en það er samt allt saman í dag. Allt undir sama hatti. Og hvað teljum við? Við erum svona, ætli sé ekki 120-130 félagsmenn og þessi samtök eru bara í toppmálum í dag og eru orðið svona, já, bara eins og stóri bróðir. Já, við tökum, þegar ég kem hann inn og ég er formaður í dag og Jói er gjaldkeri. Gjaldkeri, já. Og þegar við komum hann inn, þá var ekki nema skuldir, sko. Og félagi átti ekki peningar til að gera, þannig að við þurfum að byrja að vera að búa til einhverja peningar til að greiða niður skuldir og koma svona að því, og við erum búin að vera að því undanfarin ár. Við erum alltaf búin að eyða 20 milljónum í lögfræðikostnað á þessum 10 árum hvað sem við erum búin að vera í þessi félagi, bara í alls konar baráttu, sko. Og það að reyna að berjast á móti í sveitarfélögum og fá til að laga aðgengi og svona, þetta kostar allt peningar, sko. En núna sem er ótrúlegt. Það þurfum við að vera að standa. Já. En núna erum við bara búin að setja nýja stefnu, eins og Jói var að segja, og við erum að ræða saman daginn og við ætlum að hætta þessu. Og nú ætlum við bara að fara að safna hjólum og kajökum og bara alls konar dóti til þess að fara að bjóða bara fólki sem er hreyfihamlað upp á upplifun. Í raun og veru það sem að félagasamtökin ættu alltaf að vera að gera. Við ættum ekkert að þurfa að vera að halda uppi íbúðum og eitthvað svona dóti því að félagslega kerfið og ríkið á að sjá það. Við erum kannski frekar að reyna að hugsa þennan félagslega þátt í lífinu sem er svo svakalega mikilvægur, sko. Bara ef þú ætlar að halda sönsum í lífinu þá ertu að hafa pínu gaman, sko. Þannig að næsta mál kajak og fara að veiða. Já, það er svona. Við þurfum að kíkja aðeins á sjóinn. Það var ekki kajak og sport eða eitthvað þarna? Jú. Þið voru saman á bát í gamla daga? Já, við vorum saman á Albert Ólafssyni 92, eitthvað svoleiðis. Það er svona, já, kynnumst við aftur, báðir konur svona á jammaldurinn. Orðnir stúdungar. Já, ótrúlegt. Glæsilegt drengir, takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk fyrir sömuleiðis. Litla brugghúsið í Garðinum í Suðurnesjabæ er eitt af 25 handverkshúsum sem brugga bjór. Við kíktum í garðinn og skáluðum. Þið fagnir 2 ára afmæli þessar mundir. Við vorum hittum ykkur bara á fyrstu dögum Litla brugghúsins. Er mikið búið að gerast á þessum tíma? Á 2 árum? Já, heldur betur. Við byrjuðum með 100 lítra potta og stækkuðum í 300 lítra potta og við vorum núna áramótin að fá þessa 1500 lítra potta, þannig að nú erum við aldeilis búin að bæta í afkastagetuna hjá okkur. Litla brugghúsið orðið stóra brugghúsið? Ekki alveg? Já, það er náttúrulega nafnið kom út að litla leikfélagið byrjaði að byggja hérna og við erum nú ekki það stórir að við séum komnir yfir takmörkin á nýju áfengislögunum, þannig að uppfærslun á áfengislögunum. En svona ef þið segja okkur svona í stuttu máli svona, hvernig er þetta búið að þróast á 2 árum? Í einhverjum tilfellum er bara gott að frumkvöðla fyrirtæki sé á lífi eftir 2 ár. Klálega, það er alveg ákveðin áfangi að frumkvöðl sé ennþá starfandi eftir 2 ár. Og tala nú þegar mann er að dafna eins vel og Litla brugghúsið hefur gert. Þeir byrjuðu með 1 tegund af bjór og eru núna með 4 tegundir af bjórum í fastri framleiðslu, auk 2 húsbjóra á hótelum hérna á svæðinu og eru með fleiri bjóra í þróun. Og þar á meðal léttbjór líka sem myndi það telja sem 5. tegundin í reglulegri framleiðslu. Og eins og Daði myndist á að fara úr 100 lítra pottum upp í 300 og svo upp í 1500 lítra, að þá er einmitt gerjunarplásið sem er næsti flöskuháls á eftir suðutækjunum farið úr 900 lítrum upp í 6300 lítra og flöskuvélin sem við vorum að fjárfesta í núna fyrir sumarið, að það tekur hana 3 tíma cirka að tæma 1500 lítra tank sem að gamla flöskuvélin tók alveg hátt í 2 daga að tæma. Þannig að þetta hefur verið gífilega góður vöxtur hjá okkur og við stefnum ótrauðir áfram og ætlum að láta til okkur taka, auka fjölbreytnina og reyna að sinna kúnnunum okkar eins vel og við getum.
og okkur þætti vænt að sjá einmitt flugstöðina og fyrirtækið þar taka betur í það að vera með svona heimabjór eða lokal bjór sem að margir túristar eða ferðamenn leitast eftir. Hvað vinsælast af framleiðslunni ykkar? Það skeggi. Eða það eftir hjá hverjum. Það náttúrulega 95% af markaðnum í lagarbjórum og það samt, við erum að selja alveg þó nokkuð vel að skeggja þrátt fyrir að hann sé eins langt frá því að vera lagarbjór og mögulegt en vinsælustu bjórinn væri væntanlega bergið sem næst í að vera lagarbjór. Og maður hefur einmitt tekið eftir því á veitingastöðunum á hótelunum hérna að þið eru þar. Að sjálfsögðu, við erum á allavega 3 hótelum eins og staðan núna og viðræður gangi við fleiri og á meira að segja 2 af þessum hótelum þá erum við með sér framleiddan húsbjór fyrir þessi hótel og báðir bjórar hafa mælst alveg einstaklega vel fyrir og þeir fara þaðan út í kútavís á mánuði. En svo voru stór tíðindi í sumar þegar var lagabreyting og ykkur sem handverkshúsi núna megið þið selja hérna út, þið eru orðnir áfengisverslun. Já, mjög stutt í það. Það bara rétt eftir að fá síðustu umsagnir í sambandi við umsóknina og þá var þetta detta inn bara á næstu dögum. Vonandi eftir hádegi í dag þegar Þannig þegar þetta birtist þá þetta komið. Já, að öllum líkindum óvonandi. Hvað hefur það eitthvað þýðingu fyrir ykkur? Það hefur alveg heilmikla þýðingu fyrir okkur því að mikið af ferðamönnum koma hingað og vilja smakka bjór og vilja kaupa með sér kannski kippu eða 2 en hingað til við höfum ekki mátt selja þeim þennan bjór. En með þessar breytingu þá getur þið komið og smakka kannski 4-5 tegundir og segja þetta bjór sem að ég vil að mamma og pabbi eða frendi eða vinur heima fá að smakka og þá getur þið tekið með þér nesti. Og svo býður þetta líka upp á það ef þú ert að fara að halda veislu eða eitthvað álíka hjá þér, heimatónleika á ljósanótt eða gott partí við Suðurnesjabæjardaga að þá getur þú komið til okkar og verslað áfengi heima. Nei, að ég get fengið kút til þess að fara með heima ef ég með partí og hótt við það? Já, það alveg hægt að semja við okkur það. Við erum með ferðadælir sem hægt að fá hjá okkur og svo getur náttúrulega líka bara keypt bjór í gleri hjá okkur. Þegar þið byrjuðu á þessu, Davíð, voruð þið með í huga að sáuð þið í fjarska að þetta getur aðalstarfið ykkar? Það alveg hugsuðum að það væri nú alveg möguleiki. Við erum nú allir í annarri vinnu ennþá og erum ekki að sjá fyrir endan á því að geta verið að hætta í ykkur vinnu en Þetta skemmtilegt auka hobby þá? Já, þetta dýrt áhugamál. Þetta fylgir starfinu að það þarf að væta kverkarna. Góður þessi. Hvað heitir þessi? Þetta Keilir. Keilir. En þið eruð eitthvað að fara að spretta spori og bjórhlaup, hvað það? Já, nú á að fara að taka á því. Nú bæjarhátíðin að fara að byrja í Suðurnesjabæ og núna 27. klukkan 4 byrjar hlaupið, hálf 4 mæting, svona búa sig undir þetta og síðust að skrá sig inn. Og þá hlaupið hérna bjórmílan og það að fá sér bjór á svona 400 metra fresti til að halda vökabúskapnum uppi og halda jafnvægi. Þá hvatt þess að hlaupa ekki of hratt, þannig að fólk verður að hafa öryggi í fyrirrúmi og fara varlega í þetta og vera ekki of kappsamur hérna. Þetta getur haft áhrif á jafnvægi þegar verið að hlaupa og fá sér bjór. Og skemmtilegt svæði hérna í nágrenni Garðskaga. Já, við byrjum á Víðishúsinu og endum hérna í brugghúsinu. Þannig að þetta mjög skemmtileg leið og svona hjarta bæjarins. Snýst þetta ekki að vera fyrstur? Nei. Þetta snýst aðalega að hafa gaman. Það skiptir mestu máli. Hinn magnaði gaur, Már Gunnarsson, heldur núna netta tónleikaröð áður en hann heldur til Englands þar sem hann að hefja 3 ára tónlistarnám. Hvað stendur til hjá Má Gunnarssoni?
Heyrðu, ég að hætta í sundi og að fara í breskan tónlistarháskóla í Guildford, rétt fyrir utan London, bara núna í september. En áður en ég fer út verð ég með rosalega tónleika hérna í Stapa á Ljósanótt 15. klukkan 8. Þetta rúmur klukkutími og korter. Ég með frábæra hljómsveit með mér. Ég með bestu söngkonur landsins með mér, Ísold. Ég með Ívu. Og þetta sem sagt bæði svona tækifæri mig til þess að kveðja bæjarbúa og sömuleiðis er þetta líka svona fjármögnunar tónleikar fyrir mig til þess að fjármagna námið úti þar sem ég var ekkert beint á launum við að æfa sund. En já, þannig að þetta er allavega geggjað prógram sem ég er ótrúlega spenntur fyrir og gaman líka að ná að kveðja samfélagið hér með þessum tónleikum áður en ég fer út. Mikið af nýrri tónlist? Þetta er alltaf svona blanda af gömlum íslenskum dægarlögum sem að ég er búinn að fikta eins í og breyta og síðan auðvitað eitthvað af minni músík líka. En námið sem þú ert að fara í, það hlýtur að vera spenna fyrir því? Ekkert smá sko, líka bara að fara út í algjörlega nýtt umhverfi og ég fæ af mig ensku þarna auðvitað, þannig að ég kemur örugglega heim með rosalegan enskan raum. Og þetta er mjög stór skóli, hann er á 3 stöðum og allt í allt alveg 5.000 eitthvað nemendur í þessum skóla og allir að reyna að meika það, þannig að þetta verður örugglega alveg svolítið áhugavert. En ég er alltaf óbúslega spenntur og Max kemur auðvitað með mér, þannig að við erum saman í þessu, ég og Max. Þú ert að fara í 3 ára nám í Englandi og þetta hlýtur að kosta einhverja formúuna, geri ég ráð fyrir. Og þú ert að halda þessa tónleika til þess að fjármagna námið og við gerum ráð fyrir að þú viljið sjá þitt heimafólk mæta. Algjörlega, mér þætti óbúslega vænt að gera gott partí hér í Stapa í Reykjanesbæ og bara að sjá sem flest kunnulega andlit okkar heimamenn mæta og styðja mig í þessu. Mér þætti óbúslega vænt það. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem dreift frítt á netinu og í prenti öll Suðurnes. Við erum að skrifa nýjar fréttir alla daga á víkufréttavefinn vaff.is og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Við þykjum góðar ábendingar efni í alla okkar miðla en hvetjum fólk til þess að kíkja í Suðurnesjabæ helgina á bæjarhátíðina. Við verðum síðan með Ljósanótt í næstu viku. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.